Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 18. október 2016. Þetta fundur númer 3399 og 15. fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 4 liðum. Það var fyrsti dagskrárliður á dagskrá Austurbrú 2-12 umsókn hækkun á nýtingarhlutfalli. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta fyrsti liður í fundargerð skipulagsnefndar frá 12. október síðastliðnum. Þar óskar Sigmundur Ófeigsson fyrir hönd Furuvalla 7 ehf. eftir leyfi til að hækka nýtingarhlutfall á lóðunum við Austurbrú, númer 2-12, til að nýta ónýtt rými í kjallara. Ekki verið að auka grunnflöt húsana. Einungis að ræða minniháttar aukningu á nýtingarhlutfalli og breyting sem varðar Akureyrar kaupstað og lóðarhafa. Þess vegna leggur skipulagsnefnd til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði samþykkt í samræmi við 2. málslið 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið laust. Þess að enginn hefur kvætt sér ljós, göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt vinsælast gefið merki. Samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Það eru annar liður Alþingiskosningar 2016 undir kjörstjórnir. Lagður fram listi með nöfnum 36 aðalmanna og 36 varamanna í undirkjörstjórn við alþingiskosningar þann 29. október næstkomandi. Einhver athugasemdir eða orðið laust? Og greiðu atkvæði það þeir sem geta samþykkt vinsælast gefið merki. Samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það 3. dagskrárliður Alþingiskosningar 2016 kjörskrá. Lögðu fram tillaga að bókun. Bæjarstjórn samþykkir að fela bæjarstjóra að semja kjörskrá. Jafnframt bæjarstjóra veitt fullnaðar heimild til að fjalla athugasemdir, gera nauðsynlegar leiðréttingar og úrskurða ágreiningsmál sem kunna að koma fram á kjördegi vegna alþingiskosninga 29. október næstkomandi í samræmi við 27. grein laga kosninga til Alþingis. Orðið laust. Þess að enginn hefur kvætt sér ljós, göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt þetta vinsælast gefið merki. Það samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum. Þá 4. dagskrárliður skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri fyrir helstu atriði. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Síðasti bæjarstjórnarfundur var 4. október síðastliðinn og ég ætla að fara svona gegnum þetta helsta sem hefur gerst hjá mér frá þeim tíma. Fyrsta lagi mál sem við þekkjum nú öll og ég ætla ekki að fara mjög djúpt ofan í, en það eru þessar svokölluðu stjórnsýslubreytingar. Það er gríðarlega mikil vinna verið í framhald af því að bæjarráð og bæjarstjórn samþykktu breytingar á stjórnsýslunni og við höfum verið að funda með bæði starfsfólki og með deildum, ýmsum deildum og þar með að sjálfsögðu starfsfólki. Ég ætla ekki að fara mjög djúpt ofan í það hér, en fundirnir hafa bara verið upplýsandi og áhugaverðir. Við fengið ýmsar og margar góðar ábendingar, en jafnframt geta komið upplýsingum á framfæri og svona útskýrt í rauninni stefnu bæjarstjórnar í þessum stjórnsýslubreytingum öllum. Þannig að verkefni gengur eiginlega ágætlega. Það þetta þannig eins og alltaf þegar eiga sér stað breytingar að fólk tekur þeim breytingum með mismunandi hætti, en þetta verkefni til þess að takast á við og það sem við köllum aðgerðarhóp, fulltrúar frá bæjarstjórn, bæði meira og minnihluta, Matthías og Sóley. Við höfum svona verið að rætta okkar í milli að það er kannski eðlilegra að kalla þetta innleiðingarhóp frekar heldur en aðgerðarhóp, þannig að við svona óska eftir því að við notum kannski það orð í framhaldinu, því að verkefni sem býður okkar í rauninni að innleiða þessar breytingar sem að bæjarstjórn samþykkti. Þannig að bara koma því svona eins og framfæri við bæjarfulltrúa að það er náttúrulega verkefni í rauninni að fullu, fer náttúrulega fullt núna, það er eftir að við erum búin að samþykkja þessar tillögur. Og eins og bæjarfulltrúar hafa líklega síðan helgina þá auglýstu við störf 4 nýra sviðstjóra, sviðstjórastörf
og auglýsingatíminn er hérna 14 dagar. Þannig að við munum síðan koma með tillögur inn til bæjarráðs í framhaldinu. Eða sem sagt, ég mun leggja fram tillögur mínar inn til bæjarráðs varðandi ráðningar í framhaldi af því. Nú, eitt mál sem að frestaðist í þarna rétt eftir síðasta bæjarstjórnarfundi eða 5. október síðastliðinn, það var náttúrulega við ætluðum að halda hér opinn fund Reykjavíkurflugvöll og áttum von á borgarstjóra hingað norður og fulltrúa frá Ísafía. Það var því miður ekkert af þeim fundi eins og þið svo sem þekki og munið vegna veðurs, en ég fengi viðbrögð frá borgarstjóra og fekk bara síðast í gæra fyrir kannan fyrradag að það er stefnt að því að næsti fundur verði 10. nóvember. Það var ekki hægt að koma honum á fyrr. Ég held að við getum komið honum á í þessari viku. Ég hafði rætt við borgarstjóra fyrir rúmri viku síðan og þá leit út fyrir að það væri hægt að gera þessari viku, en því miður að þá verður ekki hægt fyrir 10. nóvember. Síðan er ráðstefnan Arctic Circle sem er orðin árleg, 4. skipti sem hún er haldin, og ég satt hana ásamt fulltrúum úr stjórnsýslu sveitarfélagsins og stofnunum sem við höfum aðild að. Svo sem ekki mikið um ráðstefnuna sjálfa að segja, nema að þetta er alltaf mikilvægt fyrir okkur að vera þátttakendur í umræðum norðurslóðamál, en segja bara eins frá því að á fundinum að þá eða sem sagt á föstudeginu 7. október að þá var þarna smá serimónía, við getum kallað hana það sem að fulltrúar frá Northern Forum, en Northern Forum eru samtök sem við erum aðilar að norðurslóðamál, tóku inn nýja aðila og bara gaman að segja frá því að fulltrúar Lapplands eru nú gengnir til liðs við Northern Forum og í sumar gekk Alaska inn í þetta samstarf, þannig að það er svona eflast þetta samstarf meðal ríkja og sveitarfélaga á svona vestur svæðum. Sem annars vegar þá í Skandinavíu og hins vegar í Bandaríkjunum. Og ég átti þetta fund með framkvæmdastjóra samtakana fyrir sunnan okkar veru þarna inn í þessum samtökum. Nú hér kom sendinefnd frá kínverska alþýðulýðveldinu. Það voru aðilar sem komu aðstoðar ráðherra í hafrannsóknarmálum frá Kína og það var vegna opnunar á rannsóknarmiðstöðina Kárhóli. Hér var haldið námskeið eða svona kynning á straumlínustjórnun 11. október síðastliðinn. Það er í framhaldi að hugmyndum aðgerðahópsins, ein af þeim 23 hugmyndum sem þar voru á blaði, og svona ég get allavega upplýst það að það eru 3 deildir sem hafa sýnt sérstakann áhuga á því að vinna áfram með straumlínustjórnun eða lean management, og það verður bara áhugavert að fá að nota þessa aðferðafræði áfram og þróa hann áfram í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Við höfum verið að vinna í lífeyrismálum, meðal annars vegna rammasamkomulag sem að reynda sveitarfélagi ekki búið að ganga frá varðandi hjúkrunarheimili, en það tengist lífeyrisskuldbindingum starfsmanna sveitarfélagsins og reynda ríkisstofnana, og einn af fulltrúum sambandsins í þessari lífeyrisnefnd er fjármálastjóri sveitarfélagsins, en við höfum verið í samskiptum við þessa nefnd og bara svona segja frá því að það er heilmikil vinna framundan í kringum það, og það er ákveðin flækjustig sem er í gangi varðandi þessi lífeyrismál, annars ég ætla að fara mjög djúpt ofan í þau í þessari skýrslu minni. Síðan átti ég fund með notendaráði eldri borgara líka síðastliðinn föstudag vegna þess að breytingar sem við erum að vinna í þjónustu við eldri borgara og svona bara upplýsingaflæði til eldri borgara. Það olli einhverju misskilningi varðandi það að við værum að fara að draga eitthvað úr þjónustu í Víðurlundi, en svo er alls ekki, heldur erum við að reyna að efla hana, við erum reyndar að reyna að breyta henni, og það hefur það bara alltaf sitt að segja. Við þurfum að passa okkur og vanda okkur þegar við erum að gera breytingar á stjórnsýslunni þegar kemur að eldri borgurum, því að það er mjög, við getum kallað svona viðkvæmur notendahópur. Síðan fengum við heimsókn síðastliðinn föstudag frá stjórnsýslunni á Húsavík og þau komu og meðan voru að kynna sér bara stjórnsýslun okkar, stjórnsýslu sveitarfélagsins. Í gær var síðan undirritaður samstarfssamningur
vegna barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, innleiðingu af barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við undirritum samkomulag við UNICEF á Íslandi og fengum og fáum til verkefnisins stuðning frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Þetta mjög áhugavert verkefni og á þess ég farið eitthvað dýpra ofan í það verkefni, því ég ekki vanur að fara mjög djúpt ofan í þessa hluti hér, en ég held að það komi bara ágætlega og mjög skýrt fram í fréttatilkynningu og fréttum af þessum viðburði hvað málið snýst. Mér langar þá að nefna það að þetta verkefni verður unnið í samstarfi við börn og unglinga í sveitarfélaginu. Það er gríðarlega mikilvægt að við pössum okkur á því að vinna ekki verkefni þau án þeirra. Og að lokum að þá var bara rétt fyrir bæjarstjórnarfundinn, þá voru hér sérfræðingar á vegum bandaríska sendiráðsins eða bandarískra stjórnvalda sem voru reynda mjög komið til þess að kynna núverandi eða hvað sé aðdraganda forsetakosninga Bandaríkjunum, en svona bara til gamans að segja úr því þeir eru mun meira áhugaði að vita sveitarfélag heldur en það að upplýsa okkur það hvað verður að gerast í kosningunum í Bandaríkjunum, enda hafði ég svo sem takmarkaðan áhuga því sjálfur, þannig að það var bara gaman að geta upplýst það það sem við erum að gera og þeir höfðu mikinn áhuga því sem við erum að gera hér norður Akureyri. Eitt bara að lokum bara varandi það einmitt mál að það var mjög mikilvægt að nota svona tækifæri til að koma þessum umræðum norðurslóðamáli mitt á framfæri við svona aðila, vegna þess að við þurfum alltaf að sá svona þessum fræjum mikilvægi okkar og ekki síður þá Akureyrar í þessum alþjóðlegu samskiptum, til dæmis eins og við Bandaríkjamenn. Annað var það ekki. Takk fyrir mig. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri lokið máli sínu. Þá vil ég í lokin vekja athygli á eftirtöldum fundargerðum. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 7. og 13. október, bæjarráð 7. og 13. október, framkvæmdaráð 7. október, íþróttaráð 7. október, samfélags- og mannréttindaráð 4. október, skipulagsnefnd 5. og 12. október, skólanefnd 3. október, stjórn Akureyrarstofu 7. október, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 7. október, umhverfisnefnd 11. október og velferðarráð 5. október. Hægt að nálgast fundargerðir á heimasíðu Akureyrarbæjar og við segjum þá fundi slítið klukkan 16:12.